Já, bara aðeins hérna, þetta er svona heildarmyndin af varmadælu. Hér í þessum kassa hérna er varmadælan, dælan sjálf og þrýstilokin og tveir svo varmastiftar. Hérna sem sagt er bíll og bílastæði, cirka grús 1 meter, þannig að frjósi aldrei hér fyrir neðan. Hérna getur verið vatnskenndur jarðvegur, svona blautur. Þá leggið þið stönguna hérna í, kannski 100 metra fram og tilbaka aftur hérna. Og hér er dæla og þá takið hérna -15 gráðu hérna, það er þess að kuldan hérna, setja hann inn í slönguna hérna, gegnum vatnið hér sem er +4 gráður og hérna inn aftur. Þannig að þetta er orka sem þið að bera að dælunni. Fáðu -15 hérna inn í hérna slönguna og kemur í gegnum hérna og kemur +4 tilbaka. Þessar +4 fara síðan hérna bara inn í dæluna og verða +70 gráður eða eitthvað og hita vatnið hérna sem fyrir inn í stöðfluna hérna í gólfhitan og tilbaka aftur og eins og við vorum að tala um áðan. Þannig að svona heildarkerfið og það sem er oft erfiðast er að ná í svona vatn stöðugt, kannski 4 til 6 gráður til að fæða dæluna allt árið umkring. En þetta er svona grunnur áramdælunni. Ef þetta er að nota neysluvatn í þetta, heita pottið eitthvað, þá verður þetta nýjan varmaskipti hérna. Hér kemur það bara nýra varmaskiptir og hér kemur bara kalt vatn inn hérna, kalt vatn inn og hérna verður bara heitt vatn út. Þú veist, þú farið í heitarpottin eða kranana eða eitthvað. Gólfhitarásin er yfir bara svona lokuðrás. Og á henni er vökvi og hér líka, á þessum báðum kerfum hérna er vökvi sem getur ekki frosið. Og bara vatn með frostlegi í, þannig ef að rafmagnið fyrir af og allt hérna stoppar, þá frýs ekkert í þessu. Það bara hægt kannski hér að frjósa hérna því að það er bara neysluvatn. Ok.